Velkomin í rökræðuna. Við lifum á tímur þar sem sjálfstæði líklega okkar æsta dygð. Við göngum öllum með, snjálsíma í vasanum sem segja okkur allt sem við þurfum að vita á broti og sekundu. Við erum sannfærð að við séum algjörlega frjáls. Nákvæmlega. Óháð öllum og við þurfum aldrei að treysta blint á neinn annan. Já, þess vegna það nánast gert sem móðum í dag að kalla einhvern sauðfé eða kind, Já, einmitt. Við viljum ekki vera kindur, við viljum miklu frekar vera úlfarnir eða stjórnendurnir. Algjörlega ekki. Af því að vera sauður svona námast sama sem merki við að vera viljalaus og gjörsamlega berskeldaður. En þegar við stígum inn í sögulegan heim Biblíunnar, þá þessi nákvæma myndlíking, hirðirinn og hjörðin, hún algjörlega miðleg. Og í umræðu dagsins rýnum við í einmitt þetta. Já. Grundvöllur okkar svona íkaleðri ritskýring eftir Marie-Noël Tabuth á biblíutekstum fyrir 4. sunnudag páska, eins og hún birtist á bloggsíðu Thierry Lhallas. Og spurningin sem við verðum að takast á við hérna í dag þessi. Þessi forna myndlíking af fólki sem sauðfé fyrst og fremst tákmyndum algjöra undirgefni og varnarleysi mannsins? Eða þetta þörft á móti frelsandi boðskapur sem veitir fólki rými til frelsis og allsnætta? Og mín afstaði hérna svo að ég sannfærður að þessi tekstar snúist í grunnunum djúpstætt frelsi og frelsum frá svokullum falsbámunum. Og ég aftur á móti sannfærð að kjarni ritskýringarinnar segir hrein og klár viðurkenning á mannlegum veikleika og okkar algjöru þörf fyrir guðlega leiðsögn. Leyfðu mér að byrja að útskýra mína hlið aðeins betur. Þegar ég les greiningu Tabuths og hvernig Lhallas undirstrikar frelsið í sínum yngrungi þarna, þá sé ég mjög skýra sögum valdeflingu. Okay. Í póstulasögunni til dæmis talað þennan svokallað demitúr eða algjöra viðsnúning og það virk ákverðun að yfirgefa hugsunarhátt sem tjóðrar okkur, ekki satt? Jú. Og Jóhannesar guðspjalli hlýðið opið, gangert svo að sauðirni geti, farið inn og út og fundið haga. Þetta hreyfing sem byggir á sjálfstæði og trösti, ekki þvingun. Já, ég hlusta á þetta og þetta hljómar á þetta mjög vel fyrir okkar nútíma eyru. Það ekki? Jú, en þetta strýkur fyrst og fremst okkar eigin hégóma, finnst mér. Ég nálgast þetta úr allt annari átt. Þegar ég kafa í þessa sömu ritskýringu, þá blasir við miklu raunsæri og eiginlega sársakafyllri viðurkenning á veikleika okkar. Hvernig þá? Tabuth horfir nefnilega ekki fram hjá orðfæri fyrra Pétursbréfs sem kallar okkur hreinlega villuráfandi seiði. Við ekki á einhverju saklausu rölti græna haga, skiluru. Við títt, stefnulaus og bara hreinlega í lífshættu ef við höfum ekki stöðuga leiðsókn. Sönn farsæld hér krefst óskoraðrar undirgefni. Biðu. Eigum við þá ekki bara kafa beint í eðli þessarar hjarðar fyrst? Jú, undirlega. Af því að ef við ætlum að skilja hvort ræðir frelsi eða undirgefni, þá verðum að vita hvað Tabuth telur að hjarðin séu raun og veru. Það bara, einhver heimsk dýrahjarð? Já, það nákvæmlega þar sem við verðum að byrja, Og ef við lítum á umfjöllun hennar slæmahirða, þá sést alveg bersýnilega að hjarðin á alitin afar auðtrúa og hún lætur fljótt blekkjast. Hún minnir á sögulegt samhengi tekstans að samtíðamenn Jesú í algjöru fávisku eða blindni kröftust krossfestingarinnar. Þetta hjörðin sem við erum að tala og pældu í þessu í nútíma samhengi. Hvað eru falsbámenn í dag? Já, algeng spurning, Það gætu verið reiknirit og samfélagsmiðlum sem mat okkur á reiði eða bara háværi líðskrummarar og fjöldin eða hjörðin fylgir oft algjörlega í blindni. Fólk gat ekki rata hjálparlaust fyrir 2000 árum og það getur það oft ekki í dag. Einmitt. Þess vegna krefst Pétur þess að fólk gerir þannan demitúr. Þessi umbreyting snýst ekki að finna einhvern innri styrk. Hún snýst að viðurkenna grátlega vanhæfni sína til að stýra eigin lífið. Þetta sýnir algjört varnarleysi hjarðarinnar, ekki? Ég skil alveg hvers vegna þú dregur þessa ályktun og þetta góður punktur. En leyfðu mér aðeins að setja þetta í annað samhengi. Ok. Við verum að skoða menningarsögulegu greiningu Tabuths á sauðfénu sjáfu, ekki bara hegðun þess. Hún vísar í orðskuðina og bendir á að í svona landbúnaðarsamfélögum fornaldar þá var hjörðir ekki bara eitthvað
nafnlaust iðnaðarkjöt. Nei. Hjörðin var auður og lífsbjörg fjörslildunar og hér tekur hún mjög djarft og áhugavert skref í sinni greiningu. Þegar við líkjum Guði við hirði, segir hún, þá þýðir það bænlínis að fólki sé fjársjóður Guðs. Pældu í því smástund. Ef þú átt ómetanlegan fjársjóð eða verðmæti, þá kemur ekki fram við það eins og eitthvað rusl eða kúkar það. Þú verndar það af mikilri virðingu. Þábút minnir á að hirðirinn þekkir þau með nafni. Þannig að við erum ekki að tala um algóðan harðstjóra að drottna yfir einhverjum fávitum hérna. Þetta er dýpsta viðurkenning á virði manneskjunar. Nei, býnum við, hjörðin verðmæti einhvern fjölskyldunar. Já, ég mótmæli því þetta ekki, sko. Nei. En hún samt eign. Og hvernig varðveitir þú eign sem hefur enga burði til að verja sig sjálf, gegn úlfum eða reyningjum? Þú byggir vegg utanum hana, það ekki? Já. Þú læsir hana inni, sem leiður okkur beita næsta hluta, myndlíkunni kvína og fleðið, í Jóhannesa guðspjaldi. Þessi kví virkilega merkjum frelsi? Ég kaupi það ekki. Hliðið fyrst og fremst varnarmúr til að halda úti þeim sem kliffra yfir til að slatra. Já, en Útgangspunkturinn að fyrir utan kvína vofur deyðin yfir. Kvíin algjör vernd. Að velja sjálfstæðið og flakka út fyrir ramman, það leiði bara til glötunar. Þannig að kalla þetta frelsi, það svolítið eins og að segja að fangi sig frjáls bara af því hann öruggur fyrir umferðarslysum inni í klefanum sínum. Ok, ég heyr alveg hvaðan þú ert að koma, en skoða nákvæmlega hvernig Jóhannesa guðspjall orðar þetta. Og ekki síst hvernig það má búið útlíkur. Jesús segir ándurri, ég veggurinn eða ég hengilásinn. Hann segir við farisíana, ég hliðið. Og hvað gerist þið þetta hlið? Hún bendir á að þössiðinni þekkja rödd hans og hann kallar þá út. Þeir eru nefnilega ekki hundeldir áfram. Þín sín og kvíana, hún hljómar eiginlega meira eins og eitthvað svona þyrluforeldri nútíman, skilum við. Hvernig þá? Þú veist, foreldri sem heldur barninu alltaf lokuð inni svo það meiði sér aldrei. Sem að þetta drepur allt sjálfstæði barnsins leið. En hliðið hérna opnast og það bara leggur áherslu á getuna til að ganga inn og út. Þetta hlið opnast svo fólk geti farið út að finna næringu og reynda á sig. Jæja. Og lifað, eins og textin lofar, lífinu í allsnægtum. Fólk á að heyra orðið og taka síðan rökstuða ákvörðun að fylgja því. Það ekki verið að þrongva neinum. Já, heyrðu, þetta svo kallaða frelsisuppeldi hjá þér, þetta hljómar auðvitað mjög fallega. Já. En samþykki sem samt knúið fram af yfirvofandi fræslu við úlfana í myrkrinu, það ekki ansi þröngt samþykki, finnst þér? En ok, gott og vel. Við verðum eiginlega að ræða erfiðasta og dekksta hluta ritskýringarinnar líka. Við verðum að ræða fyrra Pétursbréf. Já, það náttúrulega kjarnið þar. Einmitt. Hvernig passar þessi fallega hugmynd þín allsnægtir og grænahaga eða frelsi til að ganga inn og út við texta sem fjalla gangert dýpstu líkamlegu þjáningu sem hættir hugsa sér? Það bendir á að Pétur að áarpa þræla þarna. Fólk sem mátti þola misþyrmingar og ofbeldi að geðþótta húsbóndans. Já, það gríðarlega tungur og erfiður texti, ég alveg sammála því. Nákvæmlega, og hvaða ráð fá þeir í textanum? Segir hann þeim að rísa upp og krefjast frelsis? Nei. Nei, hann segir þeim að horfa á Krist. Og það lýsir því hvernig Kristur svaraði ekki fyrir sig á krossinum. Hún notar mjög sterkt orðalag. Hún segir að hann hafi beinliðis gefið sig á vald eða sabondinni, hinum dómandanum. Hann lagði niður allar varnir og allt sitt sjálfstæði og fól Guði dómvaldið alveg. Þetta bara hvernig sem að lítur að það hæsta mögulega stíg undirgefni. Þú afsalar þér eigin vilja og ritskýringan dró skýrt fram að þetta að vera fyrirmyndin fyrir þá sem þjást. Svo ég spyrði bara alveg beint, þetta virkilega þín skilgreining og frelsi? Að taka við barsmíðum í hljóði? Bítu, heyrðu, hér verði ég að grípa inn í, því þetta mjög algengur misskilningur og það svarar þessu alveg sérstaklega og að mikillir nákvæmni í sínum texta. Já. Ég skal alveg viðurkenna að þegar ég las þennan hluta fyrst sjálfur, þá fannst mér hann mjög óþægilegur. Hann hljómaði nána sem einhver svona réttlætting á kúkun. En Haböf segir, berum orðum, það engin köllum hjá hinum kristna til að þjást. Það ekki? Nei, pas de vocation du chrétien à la souffrance. Þjáningin sjálfur alls ekki markmiðið og það alls ekki verið að biðja fólk að vera dirramottur
eða dásama ofbeldið. En byrðu, hvernig útskýr hún þá þessa algjöru uppgjöf sem hún var varla búin að lýsa þarna sjálf? Sko, málið er þetta. Hún er raunin að tala vélbúnaðir fyrirgefningarinnar og þar liggur alveg storkoslegur sálfræðilegur punktur finnst mér. Markmiðið útskýr hún felst í orðum Péturs að við séum lækningu fengin fyrir hans sár og við verðum að skilja hvernig svo lækning virkar. Ok. Lækningin snýst að frelsast frá okkar eigin tilneyingu til haturs, til að hefna okkar, skoðum þetta bara í raunveruleikanum í dag. Ef einhver brýtur á þér og beitir þig ofbeldi og þitt eina svar er endalaus hefnarþursti, þá stjórnar ofbeldismadurinn ennþá. Já. Hann ákveður alveg hvernig þú hugsar og bregst við, þú ert fastur í hans neti. En þegar Kristur fyrirgefur kvalarakröftunum, þá er hann beinlínis að stíga út úr þessari hringrás ofbeldisins. Hann afneitar valdi ofbeldismannsins yfir sjálfum sér. Þetta er ekki uppgjöf sko, þetta er dýpsta birtingamynd andlegs frelsis sem til er. Að láta þann sem hatar þig ekki ráða því hver þú ert. Það er gríðaleg valdefling í því. Já, sjáðu til. Ég skal fúsla viðurkenna að þessi sálfræðilega túlkun hjá þér er mjög öflug. Þessi hugmyndum fyrirgefningu sem vopn til að afvopna kúkarann og svona brjóta hringrásina er auðvitað falleg. Við höfum alveg séð fólki svo Nelson Mandela nýta sér svitarar hugmyndir. Nákvæmlega. En ég tel samt að þú sért að skáta aðeins fram hjá algjöri grundvalla forsendu sem Thabut setur fyrir því að þetta sé yfirhöfuð hægt. Hvaða forsendu? Til að geta lifað svona til að ná þessu fullkomla stigi á fyrirgefningu krefst textin þess að þú játir að þú hafi verið andlega gjaldþrota fyrst. Að þú hefur verið þessi vill og ráandi sauður sem hún talar um. Thabut segir breynt út að mannkyni hafi tapað áttavitanum sínum. Þessi mikla umbreyting sem þú talar um krefst algjörara og auðmjúkra játningar á því að þú getur ekki fundið leiðina hjálparlaust. Þetta frelsi til að elska, eins romantíst og það nú er, það er aðeins mögulegt vegna að þú ert borrin á herðum hirðisins. Já. Þú aflar þér ekki þessa frelsi sjálfur. Án varðmanns sálna okkar værum við öll bara föst í þessum hefndarþorsta. Og það sýnir aftur og margoft hversu rosalega háð við erum þessari ytri leiðsögn. Það er nefnilega það og hér erum við kannski komin að merg málsins sko, og loksins farin að sjá einhvert snertiflöt milli okkar sjálfura. Ég tel að kjarni ritskýringrana liggi í þessari valdeflingu sem felst í að viðurkenna einmitt að maður hefur val. Að vera sjálfstæður, það þýðir ekki að þú þurfir alltaf að vita allt best sjálfur. Nei. Valdeflingin pældi reyna rattirnar. Að velja opna liðið og góða hirðin fram yfir þessa falsbáminn sem við rættum. Það veitur okkur öryggi til að ganga inn og út og rými til að fyrirgefa og elska. Það lítur að vera miklu herrasti frelsi sem hið innantóma nútíma sjálfstæði okkar. Jú, og mitt lokasvar við því væri að við mögum aldrei gleyma því sem drífur þessa texta áfram, allt frá Míka til Péturs. Frelsi mannsins sem algjörlega einangraðara óskeklus einstakings er einfallega tálvon. Það er blekking sem nútíminn reynir alltaf að selja okkur. Þessi fornu textar minna okkur á að við erum í eðli okkar hjörð sem getur villst. Sönn velsæld finnst ekki fyrr en við sleppum pakinu og ámatinu okkur sjálfum og finnum öryggi í verndaranum, eða eins og Thabut orðaði það varðmanni sálna okkar. Við skulum amkjaða eitt á hreinu, það sem eru líklega blæði sammálu og sem er mjög skýrt í ritskýringu Thabut, er að það ríkja skýr mörk á milli syndarveruleika og sannleika, hvort sem við tölum nútíma falsbámun á móti því að finna raunverulegan tilgang. Þessi biblíulegu textar, þó þeir séu forsöglegir, þá bjóða upp á ótrúlega flókna sína okkar mannlega eðli. Ég get eiginlega ekki verið meira sammála því. Textanir bjóða upp á virkilega nístandi raunsætt mat á því hversu auðvelt við eigum með að hlusta á vitlausar, eyðileggjandi raddir ef við höldum ekki vöku okkar. Einmitt. Mannlegt eðli hefur að þýlætunni líklega ekkert breyst síðustu 2000 árin. Næ, örugglega ekki. Við skulum því enda þessa umröðu okkar bara þar sem við byrjuðum hana sko. Við erum öll vopnuð okkar snjalltækjum og GPS-kvartum og við erum nánast sannfærðum að við stýrum öllu fullkomlega sjálf. En kannski fá þessar fornu myndlíkingar af opna hliðinu, úlfunum í myrkrinu og hirðinum okkur til að staldra eins við. Er stanslösa krafan okkar algjört sjálfstæði virkilega leiðin til frelsis? Eða eru við bara einangra okkur? Algjörlega, það er góð spurning. Kannski felst dýpsta frelsið í því að vita hvenar maður á að leggja niður kortið,
Viðurkenna vannmátt sinn og treysta rödd sem býður upp á kærleika, í staðinn fyrir að reyna að rata einn í gegnum myrkrið. En eins og alltaf þá það auðvitað hlustandans að meta rökin og draga sínar eigin ályktanir því efnið hefur upp á svo margt meira að bjóða. Næst þegar þú stendur við opna hlið og heyrir röddina, hvað velur þú að gera? Takk fyrir að hlusta.